Þá komið að leikhúsi, það sá háttur hér á við samstöðuna ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarina til þess að koma og spjalla við mig. Og ég fór á Gæðablóð sem á stóra sviði Þjóðleikhússins. Svolítið skrítið að sé þar. Ekki? Það komnir hérna höfundar og leikarar, Jónmundur Gretarsson, Unnsteinn Manuel Stefánsson og Davíð Þór Katrínason og svo leikstjóri og einhver heitir höfundur eða eitthvað. Jú, passar. Þóra Karitas Halldórsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Þetta náttúrulega vitlausur sal, þetta ætti að vera í svona vitlum sal, eða ekki? Þetta sem sagt verið að vinna með aðra forsendur heldur en kannski áður. Sýningin á Rauðu ljósi líka komin upp. Byrjaði í kjallaranum? Já, og Þið farið bara beint á stóra svið? Já, ég held að það sé statement hjá Þjóðleikhúsinu, bara að vilja gefa svo pláss af því að það er alltaf verið að tróða minnihlutahópinn í kjallarann. Já. Og þannig að það var ástæðan og svo erum við með 3 leikmyndir á bakvið okkur. Þannig að forsenduna voru að við værum með létta sýningu sem hættir að sveifla upp þegar að kannski lína lánsokur daginn og við getum sýnt kvöldið. Þannig að það, þú veist, það náttúrulega kannski svona kannski hvernig við leggjum þetta upp líka, ég held að fólk átti sig strax á því að þetta er svona á mörkum uppistands og leiksýningar og það er því sem ég verið að meina að þetta væri svona, maður er vanar að sjá svona sýningar í Litlusólum. Já, einmitt. Já, við erum ekki að vera að skilmast í þessi leikar. Enginn á sokkabuxum. Við til dæmis gátum ekki nota flugbúnaðinn af því að það er fast í línu- og lánsökur leikmyndinni og svo notum við kannski 10% af ljósunum, þannig að þú veist, við gátum ekki nota öll ljósin á sviðinu. Þannig að þú veist, þetta eru bara öðruvísi forsendur sem eru rauninni bara til að nýta kannski líka stóra svið og annan hátt heldur en bara í ákveðnum tilgangi þannig, í þessum stórsýningum. En þegar við erum á sviðinu, þá er munur á stóra sviðinu og smærri sviðum. Það áhverjur lengri burtu frá okkur. Já, og svo eru þeir sem eru, fremst eru óbáðslega nálægt. Þeir standa eiginlega bara að horfa á hnén á okkur, fá frussið yfir sig líka. Það er bara sumir sem vilja það, mæta bara í sundum. En það er líka, þú veist, núna er búið að breyta í kassanum í svona oristi grísl leikhús eiginlega, og það er náttúrulega, það þarf bara enn eitt hitt sjó á stóra sviði til að gefa hinum frí, sem eru í Ormstungu og Línu, það er eiginlega sama fólkið. Þú kemst ekki tangað inn fyrir leir og drullu, í augnablikinu. Leikmyndin er byggð þannig þar, það er ekki hægt að hafa aðra sýningu í gangi á sama tíma, En er þetta leikrit, er þetta uppistand eða er þetta kabarett eða er þetta frásagnarleikhús? Já, frásagnarleikhús, kvöldvaka. Heimildarleikhús, einhver leiti. Gæti verið í landnámssetri? Já, nefnilega. Það gæti verið hvað sem það er svolítið fegunin við þetta líka, Gæti ferðast og verið í íþróttahúsum, skólana, hringinn í landi. Einu sinni var það þannig að Þjóðleikhúsið fór í ferðir með leikrit. Og það er gert ennþá, Það er svona einstaka sýning sem rata til Akureyri, en það er ekkit rosa mikið fyrir utan það, Það er barnasýningar á svona litlum stórum bílum. Já, einmitt sem ferðast með. Ég held að við værum kannski aðeins og fínir í tauginu til að vera mætin í einhverjum íþróttasal, Þeir eru ógeðslega fínir í tauginu. Já, þetta er allt sérsaumað. Gunnar Smári, þetta er sérsaumað. Sérstaklega þinngalli. Sérstaklega mig. Ég var ekki það, Rosalega skvæsleg jakkaföt. Já. Þetta er bara buxur og vesti. Buxur, vesti og jakki líka. Hún var bara skipt út bara 2 dögum fyrir frumsýningu held ég, fekk nýjan jakka, en kona mín, hún var alveg bara, þetta er svo geggjaðar buxur sem hún langar að fá eiga þessar buxur. En ég er töluvert fínn í tauginu heldur en þeir, Það klæðir Jonna allt vel, sama hvað hann fer í það, hann er svona gínustær, runway size. En hvað er þetta? Þetta er þið búið þetta til og þið eru að fjalla það að vera litaður á Íslandi. Já, við erum að fjalla náttúrulega líf okkar. Það er verra að vera litaður strákur en stelpa, held ég. Heldur það? Ég held að. Ég nefnilega, ég hef hugsað þetta mikið. Upp frá Black Lives Matter, En eins og við tölum líka í leikritinu, þá er ég ekki með beint góðan termometer og hvernig komið fram við fólk almennt út því ég er búin að vera rosa mikið í fjölmiðlum og svona þekktur. Það skjólið í að vera frægur. Já, og það verður ákveðin svona brestur líka fyrir fólk, marga. En það sem ég upplýði þegar kom Black Lives Matter
og ég fór að heyra sögur stúlkna og það bara auka, þú veist, þegar þú ert líka með sko hvað kallar maður hvort sem kynbundið ofbeldi eða svona áreitni þegar það kemur ofan á sko það ekki bara svona og rasismi heldur svona margfaldast sko þannig að mér fannst það rosalega merkilegt sko. Það er náttúrulega skárra að vera strákur, það bara út frá því sko það er ekki stelpa og verið komin upp á okkur helviti Sturluson og svo líka svo stór partur af þessu náttúrulega líka bara sko colorism yfir höfuð. Þú veist, það fer rosalega mikið eftir hversu dökkur þú Við erum frekar ljósir. Við erum allir mjög ljósir en það er svona kannski auðveldari biti að kyngja fyrir. Það er ekki mark á okkur með þetta verk í Bandaríkjunum. Það er nefnilega í Bandaríkjunum, það er rosalega merkilegt líka bara kynþátt að umræði Bandaríkjunum versus í Bretlandi. Adele fór á Notting Hill Carnival og fekk sér fléttur með jamaiska fólkinu, var í þeirra vagni og það var allt vitlaust í Bandaríkjunum en ekki í Englandi. Þetta er náttúrulega fyrst og næst í Bandaríkjunum sem þetta menningarnáms pælingar allar. Vinur minn í Berlín. Ég trú að þið þurfið bara að tipla á tánum í kringu það, eða ekki? Varst þú ekki í LA eða eitthvað þar? Jú, ég var í LA og já, ég tala um það í leikrutinu sko að þú veist, ég á ekkert rosalega mikið sameiginlegt kannski með svörtum bandaríkjamönnum. Já, þú veist, svörtum bandaríkjamönnum sem eru kannski svona myndirnar af svörtu fólki sem birtast flestum Íslendingum í bara, þú veist, í sjónvarpi og þannig sko tónlist. Þannig að ég var svolítið smeykur til að byrja með bara hvernig, þú veist, hvort maður þurfti að haga sér okkur nákvæðin hátt eða hann, sko. En þú veist, já, náttúrulega reynsla bara svarts fólks, litas fólks allan heim er bara mjög mismunandi og frábrugðin. Og þú veist, við rekum okkur á það líka í okkar ferli, sko, að þú veist, þótt að við séum kannski settur undir sama hatt af samfélaginu, þá eru reynslunar okkar og bara skoðanir og upplifanir allt öðruvísi. Og ekkert sambarlegt við Bandaríkin, sko. Þetta verk myndu ekki heima þar, sko. Í rauninni þetta var meira kannski eitthvað svona á Norðurlöndunum eða eitthvað þannig, sko. Svo er það líka svo, þú veist, það er svo, þú veist, það er allt annað kaliber líka ef þú, sko bara, ef afiðin var þræll, til dæmis. Eða langafiðin var bara þræll. Þetta, þú veist, fólk sem á ekki rætur að rekja til Bandaríkjanna kannski er ekki alveg með þá tengingu, sko. Sem er rosa, þú veist, þung og... Er ekki alveg á mörkunum að mamma þín hafi verið svona hálfgerður þræll? Ég veit það ekki, það er eins og þetta er rosalega algengt í Portúgal, fólk sem kom, veist, ég veit ekki hvort maður kallaði svona vinnumannsal, fólk sem kom til hérna, sem sagt, í portúgalsku nýlöndunum var rosalega mikið af hvítu fólki sent þangað. Svo þegar það fer tilbaka og taka það með sér börn og láta það vinna á heimilum, sko. Og það hafa alltaf með skrein núna viðtalið við vietnamskan lækni alveg Bandaríkjunum og hann fattaði konan sem var að passa með allæfi, hún fekk aldrei neitt borgað og hún mátti aldrei fara að heimsækja sína fjölskyldu. Og hann bara elst upp í Bandaríkjunum og fattar það svona eftir á, skilurðu. Við eigum sögu þessu með vinnukonur sem voru í Reykjavík, kannski úr sömu sveit og fólkið og vissi enginn hvort það til í fjölskyldunni eða hvort það noktið að fengi borgað eða til í mörgum ættum, saga líka, sem er mjög algengt í Afríku og í Karibahafinu og víðar. Svona semi. En þú myndir ekki segja að mamma þín hafi verið... Sko það sem er sérstakt... Hún fór með kornung, eða ekki? 12 ára eða? 12 ára, já. Og svo, veist, eins og þessi krakkar sem hún elst upp með og er að passa, þau eru eins og systkinanar í dag, sko. Og hún verður miklu nánari þeim heldur en afrísku fjölskyldunni sinni, skilur. Og svo erum við heppin að það kemur angi á þessar afrísku fjölskyldu hingað til Íslands, sko. Og þannig að í gegnum þau kynnist ég angólskri menningu. En eins og Davíð er að tala tengi ekkert sérstaklega við African Americans. Ég er horfmyndir, ég tengi ekkert þar. Ég er meira, ég tengi rosalega mikið við latínó menningu, skilu. Og það er þetta kaþólska og er á nokkru stöðum í Afríku. En Angola var basically bara Portúgal í 500 ár. Þannig að það þykir alltaf rosa flott sem er portugalskt og núna sem fólk þar er að finna, eins og tungumálum þeim var eitt, skilur, það er allt á portugalsku. En það var, þegar það kom hrun 2008
allt var á hliðina í Portúgal og hér þá komu angólskir miljardamæringar og keyptu allt upp sko. Nýríka fólki og þannig að það hefur verið litið öðruvísi á mig í Portúgal en eftir hrun sko, það heldur fólk að þegar ég kem með mína ljósæru konu að ég sé miljardamæringur sko. Það hefur farið í skóla í Sviss og Já. Það er ákveð öryggi því sko. En svo ef leið ágstæðir fer á ströndina með krökkunum og ég fer einn í bæinn þá kemur aftur. Það er rosalegur rasismin í Portúgal sko. Þetta fjallar ykkur leiti það og hérna hvar á að flokka ykkur og hvar er verið að reyna að flokka ykkur. Það er verið að tróða ykkur upp í ykkur hillu sem að þið kannski ekki teima. Þú ert náttúrulega alveg upp að mömmuðinni, frekar en pappaðinum, eða hvað? Nei, ég myndi ekki segja það. Alveg upp pappaðinum. Hvað segirðu? Alveg upp pappaðinum. Nei, Það er alveg upp í hvítu samfélagi. Sko, við erum komið til Íslands og mamma er rosalega veik, þannig að við förum fyrsta sumari erum við bara hjá bróðurs pappa. Og ég hugsa oft þetta sumar, því við erum basically að starfa við það sem þau gera. Fólki sem tók á móti okkur. Einar og Dísa, þau unnu í kvikmyndabransanum og tónlist. Hún stofnaði salinn í Kópavogi og Einar var í leikmyndum. Litli bróðir minn er að smíða eins og hann, og hönnuður. Og ég er í músík og kvikmyndum. Þannig að það hefur rosalega áhrif á okkur. En við vorum mikið með systkinum pappa, svo flyttu pappi til Íslands árið 2000 til ég 10 ára. En við flytjum alveg til hans þegar ég er 16. Þá fer ég hætti í íþróttum og fer bara í músík. Varstu ekki í skóla í Austurbæjarskóla? Ég var í 10. bekk í Austurbæjarskóla og þá gerðum við díl til að fá æfingu á húsnæðir hljómsveitin og spila undir Pétri tónlistarkennara skólasveit Austurbæjarskóla. Það var rosalega gaman. Það voru kórinn og svo voru nokkru úr Rettur og Steffsson að spila undir sko. Þannig að, þú veist, ég á rosalega sterka tengingu við íslensku fjölskylduna og öll sumur var ég sendið til Portúgal en var bara með íslensku fólki þar. Þú veist, og mamma á Íslandi. En svo ömmu hlið þá var það meira svona fjölskylda sem gat verið, þú vissir aldrei hver var frendiðin og hver ekki og það var fólk frá Brasilíu og bara allstaðar áður heiminum því Portúgal er út allt, sko. En já, þannig ég myndi ekki segja að vera alveg upp af mömmu, sko. Dóttir mín er frá Afríku og hún segir stundum, hún sé svona, hvað er það kallar, Oreo-kjöks. Já. Kannast við það? Já. Brúntað utan hvítt kremað innan. Já. Og það er vandi fyrir þann sem lítur út fyrir að vera Afrikani. Já. En er bara eskimói. Það er það, sko. Verður þið þar eða? Sko, ég held svona hvítum foreldrum. Ég held sko líka sko hjá mér er þetta þannig, ég er náttúrulega bara ólst upp í þannig umhverfi að ég er eiginlega bara eini brúni gaurinn og mínar fyrirmyndur koma eiginlega bara frá Bandaríkjunum og það er verið að varpa þeim á mig, skilur. Þannig að það er svona, og með þetta verður einhver svona öðruvísi tenging, þú veist, ólíkt þessi þeir eru að tala skilur. Ég einhvern veginn svona Sri Lanka er allt önnur menning. Allt önnur menning, en ég er bara að tala á þessum tíma þá bara að þú voru brúnt, þá er þetta bara stimplað sem svartur, skilur. Og þú veist, þá er þetta bara körfubolti, hip-hop, þú veist, allir góðu knattspyrnumenni sem voru dökkir. Þannig að, þú veist, mér er bara svolítið ítt þangað og kannski leita þangað í þessar fyrirmyndir, skilur. Þannig að ég fann alltaf á þessum tíma rosa sterka, mikla tengingu við þessa menningu, sko, í Bandaríkjunum, sko. En er það slæmt? Nei, ég er ekki að segja að það sé slæmt og ég meina, ég held að það er bara komið fyrir líka mjög marga, og bara jákvætt og bara jákvætt, já, og meina, ég var bara fullt af hvítum Íslendingum sem eru bara nánast þess að séu svartir, þeir eru svo miklu hip-hop-gaurar, þeir eru bara komin í glas, sko, þá bara breytast þeir bara, eru bara allt í norðan, bara svartir, og maður er bara eitthvað býtum, hvað gerðist hérna, skilur? Þannig að, þú veist, ég held að það hafi kannski eins og Keflvíkingar. Já, það var ekki endilega að gera neitt með húli, það er kannski bara hvað þú tengir við, skilur, hvað það finnst þú tilera, skilur. Ég spyrja þessu, er það gott eða slæmt af því að það er heitir Hósi Abrá, held ég, sem stofnaði tónlistarskóla í fátækrahverfunum í Venezuela upp úr 1970 og hann sagði að það er svo væri ekki annað en það að þegar drengurinn kemur heim, fátt ekki drengurinn og hann er núna allt í einu drengurinn sem spilar á fiðlu. Þá er það sérstætt. Þannig ég var alltaf, þú veist að segja þetta fyrir mig, það að vera líklega hefur verið kallað svartistrákurinn. Er það slæmt eða?
Er það kannski pínlítil, þótt að sé gjöf sem að fylgir alls konar djöfusisvesen og neðandi? Já. Er það sant? Nei, í rauninni, skilur, á þessum tíma var ég ekkert að upplega sem eitthvað neikvætt, skilur. Það var bara eins og maður gaf öðrum gælunöfn, skilur. Og ég held ég alveg gert þetta sjálfur, skilur, þessi í árbænum æðan, Dabbi svarti, eða þannig, skilur. Það var einn í bekk í skóla með mér sem heit líka Smári, hann var kallar Húsmári til aðgreiningar. Einmitt. Já, ég upplifði aldrei eitthvað neikvætt þannig, sko. Það var kannski bara fyrir að maður fór að fatta að þetta var kannski oft notað samt í neikvæðum tilgangi svona, í seinni tíð, sko. Davíð, þú ert alveg upp að hvítri mömmu. Já. Og þessu Obama. Já. Hvað með hann? Ég meina, að við erum að tala um þetta. Pæliði ekkert í honum svona hvernig... Ég er búin að fylgjast með Obama síðan áður hann var forseti. Hvernig er svartleiki Obama? Ég geti trú að þið hafið eitthvað svona sans fyrir því betri en ég er. Ég las ævisöguna hans áður hann var forseti. Því pabbi sagði þessi maður er að fara að verða forseti Bandaríkjanna. Við lásum þetta upp til agna og þetta er geggjaða bækur því hann er rosalega flottur höfundur. Og þar er atriði þar sem hann mætir í bekkinn og það er allt í einu önnur stærst stelpa komin í skólan á Hawaii og hann fríkar dálítið út, sko. Og svo, bara hattar hann körfubolta, ég hata körfubolta og svo bara ákvað hann að taka því sátt og prófa körfubolta og var ógeðslega góður í körfubolta 15 ára og þá var það, þannig að það var Öfutu Davíð, hann reyndi það líka, hann bara gaf ekki. En það voru svo margar pælingar. Ég var alltaf að vera að taka þessa bók upp í ferlinu að tala um þetta og því það er svo margt sem þú varst að tala um sem er bara alveg eins. En ég veit ekki, við vorum að tala náttúrulega því þú ert með línu um Obama í leikritinu. Já, Þú veist. Já, ég held að þú veist náttúrulega bara að vera svartur, það er líka rosalega mikill kúltúr, eða þú veist, rosalega tengt við mjög specifík menningu, eða þú veist, að vera, þú veist, ég held að margir sjá það þannig, skilur við. Sérstaklega bandaríska menningu. Sérstaklega bandaríska menningu. Ef maður er svartur í Bandaríkjunum þá er það tengt við menningu. Þessum er Obama merkilegur af því að pappa sé bara Afrikani. Já, einmitt. Og hann helst upp á Hawaii. Og þetta segja sumir Amerikanar, he ain't, no, I hate the blacks, but I love the Africans, sko. Don't like African Americans, but I love the Africans. Það er svo duglegt fólk. Og ég verið með leigubílstjóri í LA og segja þetta og ég bara, já, einmitt. Einmitt, sko. Ánægð með mig. Þannig að hvernig upplifi ég svartleika Obama? Já, því hann er ekki að taka upp afríkanskan kultúr. Hann er að taka upp afrikanskan kultúr. Já. Allt sem hann gerir, taktarnir og fleira, þetta er allt tilvísun í amerískan kultúr sem er raunverulega ekki tengt hans ætt, sko. Nei, einmitt. Og kemur náttúrulega líka bara gegnum, þú veist, eitt er náttúrulega, þú veist, að vera bara að alast upp þarna, svo fer hann, ég held að það hafi rosalega áhrif á hann þegar hann fer til Chicago. Alveg skilur, og því hann er þarna í Hawaii og svo fer hann í Harvard, skilur, og rosa lögfræði séni, en svo fara til Chicago og eignast konu sem er alveg African American, ég held að það hafi rosalega mikil áhrif, og svo fer hann í svona, hann er einhvers konar social worker eða eitthvað fyrir svart fólk hann. Og fer eiginlega í svona kirkju sem er mjög félagslega sinnuð og pólitískt og allt smellur einhvern veginn. Ég held að ef við myndum fara til Bandaríkjanna núna og fara bara, ég held að við myndum fara að verða nákvæmlega eins, skilur við, að bara einhver kultúr sem tekur á mótunum, sko. Það sem að hann er velkominn, en vegna þess að hann er ekki velkominn í hinn, þó hann sé hvítur, þá er hann ekki hvítur. Það ná að hafa bara dropa svörtu blóði, þá er það svartur. Já, hann væri fyrsti hvíti forsetinn í Kenya, skilur við. Þess að þú varst hvítur í Malawi, Já. Þetta er merkilegt. Ég sagði að það er erfiðar að vera strákur en ógnin af svartamanninum. Að þegar þú ert lítill, að þá alveg hlaupa konur og klípi kinnin á þau hvort sér sætur og svona. Ef þú tónum kynþroska, þá er ekki alveg tekið eins á svörtu manni. Það er ekki, þeir eru ekki vinsalir og... En það líka bara, kemur náttúrulega bara í kjölfara af, hryðjuverka árásinni og bara, öllu sem er í gangi í heiminum, sko, og bara í fjölmiðlum og bíómyndum og sjónvarpi og þess áttar, sko.
þannig að ég held að það haldist alveg svolítið mikið í hendur. Ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað bara þetta mótar bara samfélagið mikið, bara okkar hugsun hvernig við sjáum annað fólk. Þú veist, ef við erum stanslaust að sjá fólk sem litað í þannig hlutverkum eða sem ógn bara. Já, sem ógn, þú skilur, þá það bara þannig að heilin á okkur virka þannig að og maður bara gera þetta sjálfur, skilur, þú veist. Horfður í spegil og bara já, bara, oh my god, ég þessi gaur. Nei, þú veist, þannig að ég einhvern veginn ég held að það hefur spilað rosalega mikið inn í þetta. Hvað verður til þess að maður verði ógn? Ennþá verið að pikka menn svona úr röðinu á flugvöllum og svona, þannig ef að þið verður tveir saman, að þið eru örgulega að pikka þér út. Ég bara geta eiginlega ekki. Ég ferðast bara til Berlínar og Portugal, sko. Út af þessu? Nei, ég er að ferðast frá í rúlingur allt og það einhver sem tekur á móti mér á flugvöllinum og konur mér alltaf að gera grína þessu. Ég fer ekkert annað. Svo hef ég farið til Bandaríkjanna, núna dálítið mikið til Suðuríkjanna og með pappa og stóru bróður mínum, ljósherðir. Það er rosalega áhugavert, sko. Við bræður ruglumst ekkert, þeir eru tölum við landamæraverðin. Þeir geta alveg, pappi bara. Þú mátt ekki gera mistök. Nei. Og ef við maður tekinn til hliðar, þá er allir eins og þú inn í svo alltaf bara just a random check. Veit ekki alveg með það, sko. En maður nokkuð safe, sko, þegar maður ferðast með börnin sín, sko. Já, einmitt. Það eitthvað svona, þá er maður bara orðin fjölskylda og það eitthvað. Flíspeysu pappi. Já. Það áreiti af þessu. Ég bjó í smá stund í París og menn eins og þið eruð í lestinni með íþróttatösku. Og maður bara skynjar að öll lestin að pæli því hvað í töskunni. Það alveg magnaður áskotur. Maður hefði mjög mikil orku í að passa að maður sé ekki ógnandi. Fyrir. Að leggja töskuna þannig að það líti ekki út eins og hún sé sprenginni. Já, og líka bara, þú veist, í daglegu lífi, sko, ef maður er að labba úti kvöld og það er kannski kona að labba hinn með götuna eða eitthvað, þá er maður ótrúlega meðvitaður það að, þú veist, passa að láta viðkomandi ekki líða illa. Fyrir að flauta svona svolítið hallarslega. Já, einmitt, sko. Ég stundum þurft að segja bara eitthvað, ég er beint fyrir aftan þig, ég er ekki að fara, þú veist, ég er ekki að fara að gera þetta, sko. Ég pæla ekki eins og í þessu, að gera þetta ósjálf, ef ég ekki bara meina, þetta er svo náttúrulegt, þetta er mikið hlut að kerfinu. Og hvað er það þá, að byrja að flýta sér á Íslandi að tala íslensku? Ég fekk mér hund. Ég er að koma, eitthvað svona, þykist þar hund. Það er enda mjög sniðugt, lítill sætur hundur. Túristarnir, núna, þeir elska mig, sko. Ég fann mun líka þegar túristar byrja að koma og var svona meira að konur að halda í þessu og ég bara, en skrítið, ég haf aldrei lent í því 101. Svo fekk ég mér hund og þær eru það er að þú ert innfættur, sko. Já, og spurja mig frekar átta núna eftir ég fekk mér hundin. Og ef að þú ert með hund og þá ertu spurður bara í hverju skrefi hvað bóklöðustígur og hvað skólaveruholtið. Það er málið. Þetta er rosalega heilandi dag að fá sér hund. Eitt daginn, sko. En á hverju þið að setja þetta upp? Já. Sko... Þið byrjuði fyrir svo mörgum árum. Já. Þetta kom inn á borð á skuldadögum. Kom inn á borð því að Þjóðleikhúsinu fyrir 2 árum með eitthvað leys. Frá ykkur 3 það? Já, sko... 2019. Ég var nú eiginlega að kredita, sko, Jonna líka. Ég var að lyfta honum upp, sko, því að það er það sem hann elskar að gera, lyfta öðru fólki upp, sko. Þannig að þú veist, þetta ég meina við erum búin að vera að spá í þessu, sko, við fórum í pröfu fyrir saman hlutverkið, það voru 2016, við allir endar, og síðan fekk ég það á endanum, og í staðin fyrir að, sko, líta á okkur sem keppinauta, þú veist, þá heyrði Jonni í okkur og hóða okkur saman ásamt fleira fólki og þá sem við byrjum að pæla rosalega mikið í þessum málaflokki, sko, og höfum við, þú veist, settum upp sýningu árið 2019, þar sem við reyndum að sviðsetja stokka veruleika sem litaðir karlmenn á Íslandi. Sú sýning flög ekki hátt. En við vorum dregnir inn í það, sko. Það kom ekki frá okkur svona upprunalega. Já, en það var svona. Og svo eitthvað með stofnaði Jóni Elefant líka og hefur alltaf verið að lyfta upp þessum sögum. Og ég held að þetta sé bara hluti líka af svolítið því ferli og kannski smá svona eitthvað skonar uppskera að við erum búin að hamast í þessu síðustu 10 ár og loksins fá að segja þessa sögu eða þú veist okkar sögu á stóra sviði og stóra sviðinu og svo Elefant að framlega aðra sýningu í Borgarleikhúsinu líka sem
sem tekur á sama málaflokki. Já. Líka heimilda, svona verk. Það voru leikararnir sátu á fremsta bekk. Hjá okkur, nákvæmlega. Já, einmitt. Fengu frussið. Þau voru mjög fljót og fættur og fagnuðu gríðarlega. Það voru alltaf í salnum þegar ég var, það voru eiginlega bara, það var eins og ársóttið litaður á Reykjavík. Já, það var miklar pælingar í Excel-skjálunum í gestalistanum, sko, reyna, og líka bara það hefur áhrif, við vorum með sýningu kvöldi áður generalpröfuna, það var bara svo uppistand svo við hefum bara verið á dúrum heiminn, sko, svo mikið leið, svo kemur frumsýning og það kannski 1/4 salnum, við erum að tala það fólk í leikritinu, þekkt fólk eða fjölskyldur okkar, svo svona fyrir fólk og svona frumsýningarlið og fjölmiðlar, þannig að verður aðeins víraðri stemning á frumsýningu, sko. Og svo var rosa sjokk, sko, sýningu 2, því að það korta sýning. Þá var leit maður út í sal og það var bara svona allir bleikir og gráhærðir, sko. Eldra fólk, maður bara svona, wow, gaman. Rauk það á fætur, skilur það rauk á fætur undir lokin, það var rosalega áhugavert. Það er náttúrulega svona blær yfir þessu hjá okkur, þetta er mjög svona björt sýning. Já. Ég hugsaði, þetta er bara eins og hálfleiksjóið hjá honum. Bad Bunny? Finnst það ekki? Það er rosalega, stemningin í þessu, það er því að hún hafði svona gríðarlega áhrif í bara loksins þessu helvítis leiðundum svarað með gleði og krafti og afli hvar lífið raunverulega liggur og með svona þau voru nálægt í að vera þar, sko. Það ekki? Jú. Það er frábær með maður. Þetta var óður til lífsins. Já, og meina við erum mjög inspireraðir af mikið af listamönnum, skilur. Til dæmis Donald Glover gerir Atlanta. Og hann talar þetta eru þættir, hálftíma þættir, þetta eru 3 eða 4 seríur. Þetta er bara eitt besta sjónvarpsefni sem hefur verið gert. Og hann segir, mér langaði að leyfa öllum áhorfendum að finna hvernig það er að vera svartur. Og leiðin er inn með súrrealisma, því það getur svo oft verið súrrealist. Svo koma þessi þættir og það bara tengja allir við. Það er rosalega áhugavert fyrir okkur að horfa það, en líka fyrir hvítt fólk og það verður svo mikið samkennd. Þannig, sko. Ég held að sé nú áhrifaríkari þessi sýning fyrir þá sem eru litaðir. Heldur það? Ég heyrði það bara hvað fólk var að segja. Já, en heldur það sé ekki öðruvísi áhrif, þau voru, sum voru bara alveg hissa því það hefur bara nefnt bara allt sem að það var ekki ein setning sem að ég hafði ekki upplifað sjálfur. Já, það er nefnilega svo magnað að það eru svo ólík viðbrögð og það er svo gaman að heyra einmitt fólk segja þetta. Það er svo margir mann að segja bara þetta er eitthvað sem ég hugsa allt mitt líf en ég hef aldrei heyrt þetta orðað og mér finnst það vera rosalega eða svona helga tilgangin svolítið með þessu og svo vorum við líka bara svona með við umræðina í svona opinbera umræðu sem er eitthvað svo það er svo mikið polarisering þá fannst okkur kannski bara með því að vera persónuleg það er kannski bara pólitískast sem við getum gert bara til þess að ná umræðina á eitthvað annað plan eða bara átta sig á því hvað er rauninni margir fordómar í umræðinni bara það að setja þá í flokk þess að vera ekki Íslendingur þótt að segja með þetta kannski mismunandi eins og Unnsteinn kannski finnum minnst fyrir því en það er svo margt svona sem að er svo skakt í umræðinu þegar það kemur að innflytjendamálum og að setja líka bara allt undir sama hatt flótta menn og bara þannig að ég er svo ánægð með þessa leið sem við förum út af því ástæðan fyrir því að strákar og stelpur í salnum og kallar og konur og sem eru lituð upplöðu að það hefur verið að segja sína sögu að náttúrulega sagan sem verður að segja er saga sem að við sem samfélag erum að þröngu upp á þetta fólk því að þetta fólk áeiginlega ekkert samfélagt nákvæmlega og það er eiginlega svona eitthvað klikkað við það að svona stór hópur geti upplifað að þetta er akkurat þetta er kannski bara með því stæðsta í mínu lífi sem ég áttu við eiga en þó það eigi kannski ekkert sérstætt samfélagt og hvað þetta er menningatengt bara einmitt eftir hvað landa þið ferist til hverju varpað á ykkur eins og þú og Davíð eigi ekkert svona fljótt á liti ekki samfélagt við erum bara Vesturbænum en samt hefur við náttúrulega samið þetta
kannski viðhorf samfélagsins gagnvart okkur það saman. Það kannski sem stór mótandi. Algjörlega. Og svo erum við samt fyrir... Það næstu þess að vera kona, sko, það pælir því. Þess vegna vildu við hvern leikstjóra. Án grín, sko. Af því að það svona ýmislegt sem að kannski þú veist, einmitt svona kynbundið áreiti eða svona lúmsk orð mansplaining, ég segi það alltaf þeim til hrós að þeir mansplainuðum aldrei og það ekkert sjálfsagt mál sko. Og þannig að það svona ýmislegt sem maður getur tengt við þótt að það sé ekki alveg það sama þá samt það svona sama upplifun bara hvernig maður að svara fyrir sér stundum þegar maður svona lúmst tekið niður einhvern veginn settur á sinn stað og eða þá ekki að mann ekki alveg treyst bara þarft ekki aðstofmann í þessu eða getur þú gert þetta eða ert þú höfundurinn eða alls ekki svona sem að sem maður getur alveg tengt við og svo einmitt þessi þættir Atlanta og svo gaman að horfa á þá því að það var líka svona það sem okkur fannst mikilvægt að þú lendir í ykkur skrýtn og svo dustar það svolítið af þér og heldur áfram en svo safnast það svolítið saman þetta allt í farteskinu en þess vegna þessi absúrt húmorleið það símtalaðna í sýningunni sem fólk trúir ekki hafa átt sér stað en það bara átt sér stað og það svo absúrt samtalið að fólk heldur að það sé skáldað þannig að það líka svolítið gaman að leika sér að þessum mörkum og bara þessu líka mitt hvernig velur í lífinu að tækla ef þetta svona stöðugt áriti að ég held að bara þessi spurning hvaðan ertu ok, þetta ekki bara svona ég lenti í þessu einu sinni þetta eiginlega bara hverju viku einhvern veginn verið að setja þig í annað samhengi en bara það að þú eigir heima hér í þessu landslagi einhvern veginn þannig að þótt að kannski ein kvöldstund það sem maður hlæra einhverju svo fer maður að pæli bara já en þetta þetta bara þegar þú fer út í búð þá litið á því þannig að þú þarft einhvern veginn að bara, ég var að tala við einu konu sem að gift manni ég veit ekki alveg hvað hann en hann svartur og hún sagði hann passar alltaf upp á kvittanina sínar af því að til að vera ekki ásakaður stuld og bara svona hann að augnatillit og alls ekki svona sem varpað í mitt samfélagi varpar á að það alveg gott að tala þetta í samtali við hvort sem það hvítur eða brúnn eða svartur salur og út af því að við megum kannski líka öll bara taka ábyrgð á því að svona lyfta einhverjum fordómum og einhverju bulli sem að kannski bara sjá í gegnum menninguna sem við búum í til þess að hún jafnvel breytist Það hefur verið að kannski svona stóra mannréttindabaráttan sem er í gangi núna eru innflytjendur og þið enginn að einhverju innflytjendi Ég innfluttur. Hann innflutningsvara. Það ekki það sama. En Unnsteinn tengir svolítið við bara það að alast upp í samfélagi. Já, þeir ekki múslimar eða? Ekki ennþá. Nei, það líka. Ég man eftir að það var kona frá Angóla sem sagði mér það í Fraklandi að ég hafði ljótt að segja það en 2001 hvílíku feginleiki veri ekki neðst allt í einu voru arabarnir neðst og við fengum að vera svona næst neðst það alltaf þessu linnulösa áreiti hún upplifði það sem svört kona í Afríku að það eiginlega betra að hafa einhvern neðst kannski sem einhver lenti í einelti á skólalóð getur skilið þetta það getur verið verst að vera neðst Það líka, það þarf alltaf að finna nýjan hóp sem neðst, það voru bara pólverjar fyrir nokkrum árum ég fór í mótmælagerðir því ég fór að læra pólsku til því í MH mamma átti pólskan kærasta og fólk var að segja, já ég það ekki fullt af frábærum pólverjum og hún lögfræðingur og hann fær ekki vinna á Íslandi og ég segi, já, mamma og kærasta hann vörubílstjóri, pólskur og líka þetta verður alltaf eins og fólk væri betra eftir hvernig störf það vinnu Það séu góðir og slæmir útlendingar. Þeir sem að koma hingað og lifa á okkur. En svo náttúrulega sérfræðingar sem að koma hingað. Málið það borgar engin meira til samfélagsins heldur en innflytjendur út því að það svo stór hluti vinnandi fólk. En þetta mikil átök í samfélaginu. Finnst ykkur sýningin ykkar vera tengjast þeirri? Þú ert reynda með innræðu þarna það? Já. Mér finnst bara innflytjenda, allt svona umræðum innflytjendur og rosalega miklum villigötum á Íslandi og ég held að
við erum alltaf að tala hérna einhverja kvóta og veit ekki hvað og hvað, en það við erum aldrei að tala hvernig við erum að taka betur á móti fólki. Og það ákvörðun að taka ekki vel á móti fólki og hafa of marga og í of fáum húsum eða skólum eða hvað sem það en lykilatriði íslenskukennslan. Og það rosalega lítið talað og rosalega lítið effort sett í það og mér finnst að við erum að verðlauna fólk sem lærir íslensku. Ef þú lærir íslensku 5 árum, bara komin á eitthvað rosalega gott level, þá átt að fá ríkisborgararétt. Og þannig dreifum við og stækkum Ísland og íslenska menningu. Það enginn að tala innflytjandi pólitík svona. En talandi svona smá áreiti að ef þú talar íslensku með hreim, þá verður þau fyrir linnulausu Já, það að breytast. Og það enginn svo aumur í einhvern veginn í sinni íslensku að hann geti ekki dissa þína íslensku. Sem bara mjög lélegir í íslensku að dissa fólki í útvarpinu sem bara rosalega málfræðingar, skilur en það breytist eftir því sem við heyrir meira útlenskan hreim og því íslenska bara einn hreimur öll önnur tungumál, ég tala portugalsku með rosalega skrýtnum hreim að fólk skilur mig Íslendingar eiga ótrúlega erfitt með að skilja fólk með útlenskar heim, jafnvel þótt sé smá hreimur og skipta sjálfur yfir í ensku og eru svo hissa á að enginn tala íslensku. Það satt líka stundum með mér uppræða þannig að sko ég var alltaf heitur að kældi það sniður nei að sko þetta sé hluta því að vilja taka svo óbáslega vel á móti fólki að reyna að létta þeim lífið með því að skipta aftur breyta allt yfir á ensku í staðan fyrir að leyfa þeim að spreita sig að tala íslensku sko. Ég hef heyrt marga sko kvarta undan því að bara, þú veist, þau eru búin að vera að læra íslensku í skólum en þau reyna að fara út í samfélagi að tala íslensku þau bara fá ekki tækifæri til þess og þessi enska sem millimáli ekkert sérlega gott og gómál mjög flókið Pólveri og Tælendingur að tala saman á ensku ekkert sniðut sko. Og við svo fólk, Camilo sem með okkur í sýningunni með sviðshreyfingar hann talaði ekki ensku þegar hann kom til Íslands hann þaulmenntaður, dansari búin að vera frá Kúbu 12 ára, bara búin að vera professional dansari síðan 12 ára og hann talar, bara fullkomna íslensku og og það voru því að það var enginn að tala við hann á ensku því hann kunni ekki ensku En ég ætla að spyrja aftur sýningin ykkar tengist umræðu innflytjendamál? Að einhverju leyti gerir það ósjálfrátt sjálfkrafa bara sko við höfum kannski lögðum svolítið upp með sýninguna að sko reyna að við erum ekki endilega hápólitískir í því sem við erum að kannski segja ekki vera að predika neitt ekki vera að predika að því að fólk rosalega viðkvæmt fyrir því að þegar það upplifir að einhversi að skamma sig í leikhúsi eða sé vera að predika við þeim og þannig við erum búin að vanda okkur rosalega mikið að þú veist að í allir kynningu og svona við leikum þetta að halda okkur á þeirri línu bara eitthvað hei komið í leikhús það verður bara gaman og fyndið skemmtilegt Leggst fyrir þú ekki einleiknum orð gegn orði það vantar nú ekki predikur á þar ég held að síðan bara síðustu 12 mínútunar það bara einræði, það ekki? Og það náttúrulega bara höfundurinn sem að mér fannst að ég stæði upp á klappaði því að maður bara alltaf að heyra þetta að fólk þoli ekki að sé Já, einmitt, og það er svolítið slæmt sko, ég held að ég skal sérstaklega við svona mainstream leikhús þannig, ég meina og það var eitthvað sem sagði það í hópnum okkar að þegar fólk er hlæjandi þá svo stutti allar aðra tilfinningar líka þannig að það sem við lögum upp með líka að reyna að setja upp skemmtilega og finna sýningu til þess þá að fólk væri þá móttækilegra fyrir því sem kannski við erum í rauninni að segja og það verið stafa svona hefnast allavega hinga til það og sterkustu viðbröðin eru bara 95% frá hvítum Íslendingum skilur þau eru bara alveg wow þannig að við höfum einhvern veginn við höfum hitt einhvers staðar fara rétt að leiða að þessu sko þið eru hvítir mögulega við vitum hvernig á að tala við fólk líka, en það sem gerist í karlmenn á okkar aldri þau byrja að stirna og verða íhaldsamari skilurðu, þú fórst öfuga leið skilurðu, að þá verður svo rosalega auðvelt að fara út með fjölskylduna að vera tortrygginn skilurðu, það var einn gæi sem kom hérna frá sko Balkanskaganum 90 eitthvað, hann sagði við mig einn daginn mun maður í jakkafutum koma og segði þér að nágranniðinn ef þú losaði við hann þá losna öll vandamáliðin
og gæinn í jakkafötum, það bankamaðurinn, skilurðu? Og hann að fara að segja að þessi gaur vandamáli og við getum ekki ráðum ekki við neitt út af því þessi gaur hérna hliðina á vandamáli. Svo fer fólk vera rosa þjóðarnir, hreinsanir og fjöldamorð og það voru nágrannar. Þetta fólk fer alltaf aftur á foreldrafundi saman bara þegar stríðinu lýkur. Og við þurfum að fatta, við erum pínu lítið land, við erum að vera öll saman í þessu. Við erum að sjá samferða fólk okkar styrna í svona og það verður að skoðanir sem maður sér þetta bara beint úr einhverju YouTube-drullu, það rosalega skeri. Þannig að leið þú fer að tala innflytjendamál, þá finnst fólki það óþægilegt. Já, einmitt. En ef þú læsir fólkin í leikhúsi og segir, svona mín upplifun að vera litaðar á Íslandi og ég segi það og úrslega fyndin hátt, þá færðu innsýn og það samkennt og við erum ekki að dæma neitt, sko. Og þú fær hlustun líka sem það mikilvægt. Það oft sem fólk vil ekki hlusta. Og líka bara átt að segja á því að fólk kemur hérna með allskyns sögur og þær eru áhugaverðar og ef að við höfum áhuga á fólki og hvort öðru að þá deilum við sögum og fyrir vikið að þá allt í hún manneskja við hliðina á manni en ekki bara eitthvað tölfræði í pólitík. Dóri DNA talaði þetta. Ungi menn alltaf að fara að lesa sjálfshjálparbækur en fatt ekki að þú getur lesið skáldsögu og fengið nákvæmlega sömu leksju, en alltaf að fara í sjálfshjálparbók og það einhver ríkur massaður sem að fara að segja hvernig, og hann græðir á því að segja öðrum hvernig þeir að lifa lífinu. Þið segið ykkar eigin sögu, þannig að þetta svona eins og country-lag. Já. Almennt country verður að vera því. Já, og hundinn. Já, reyndar hip-hop líka. Já. Var það eitthvað ákvörðun að koma og fara að segja sína eigin sögu? Þetta var náttúrulega snúningur. Eins og einhver vilji hlusta á það? Sko, þegar þú kemur, Þóra, það alls konar sögur inni líka ennþá að hvað... Tókum viðtölu fyrsta fólki, sko. Jónni tók viðtölu, litaði krakka Íslendinga. Þetta búin að vera 10 ára að vinna að komast upp á sviðið? Síðan 2019, já. Svo kom bara Íslandsklukkan hann að milli, sko. En af hverju slepptu þið annarra manna sögum? Sko, ég held að með því að segja okkar sögur þá séum við að segja sögur rosalega margra. Já, það verður svo áhugavert. Já, þú veist, held það í rauninni, sko, því að kannski við lesum sögurnar viðtölin sem Jonni tók við fólk og maður veit alveg nákvæmlega hvaðan fólki kannski að koma og tengir rosalega mikið við flesta sögurnar. Allan líti ég á það þannig að, þú veist, að eins og ég tala bara með samband eða ekki samband við pappa minn og svona. Ég held að geti ótrúlega margir saman hvernig orða litin tengt við það, skilur við að eiga einhverju svona pappatráma í ferðteskinu og já, þannig að þú veist ég held að það sé, þú veist, og við ræddum þetta líka og við komumst á svolítið þeirri niðurstöðu á einhverjum tímpúnt að sögurnar okkar væru líka alveg nóg, þú veist. En það verður líka að segjast, við vorum mjög lengi að finna hvaða tón við vildum setja, skilji, og Þóra kemur svo sterkt þar inn, og því að þegar við erum að skoða viðtöl sem Jónni tekur, sömur eru með rosalega mikinn sársauka, rosalega eitthvað, aðrir þeir fatt ekki eins og þeir séu litaðir, þú veist, og eru bara algjörlega, þannig að það er svo mismunandi stíll og tónn og sko, þannig að við þurftum að geta sýnt aldrei svona. Svo er það líka ólíkur kultúr, ég held að það verið Danny Glover sem að var að kasta, hann er framleiðandi, var að kasta og hann sagði við verðum að finna breskan svarta mann. Það er ekki hægt að nota svarta bandaríska leikara, þeir eru svo reiðir. Svo hann, ég held að það sé svartur bandaríska leikari. Gamli leikarinn? Já. Ég man að ég sá okkar viðtalið þannig sem hann segir þetta. Þannig að það er líka í kúltúrnum, hvað hann kemur. Það getur verið ólík, sko, sáringum varin á mismunandi hætti. Í fótboltanum í Suður-Ameríku alltaf einhver kallaðir N-orðið eða eitthvað svona, svo er allir suður-amerísku fótboltamenn þeir skilja ekki alveg hvað er í gangi og því þar ertu bara svartur eða hvítur og það er bara negró og þetta en svo kemur einhver fantur frá Suður-Ameríku og segir þetta við einhvern evróskan leikmann eða franskan eða það er rosalega sagt við þig á leikvelli á Spáni og þá allt í einu hefur þetta merkingu. Já, einmitt. Herðu, gaman að fá okkur hérna og til hamingju með þessa sýningu. Verið þið ekki glaðir með þetta svona?
góða Það voru svo geggjað viðtökur og Ferli var æðislegt. Það verður að taka það, því annars skiptir þetta engu máli. En svo náttúrulega martröðin hvernig, ég var náttúrulega með martraðir í gær bara alls konar. Það ég bara búin að taka núna allt stressið. Ég líka. Tungli hefur verið eitthvað skrítið. Það var eitthvað í gær í loftinu, sko. En viðtökurnar, það rosalega... Svolítið típist fyrir svona svarta eitthvað neina að trúa því. Það fólk á okkar aldri, millennials. Við getum ekki trúa á neitt annað. Nei, við erum bara svona að lenda allir. Við erum hægt ánað með þetta. Þetta var gott ferli og ég vorum að tala um það. Því eldri sem maður verður, þá í listum, þá er maður þakklátari fyrir ferlið. Af því að þú veist, ferlið bara lífið okkar. Og það svona, þar eyðum við svo miklum tíma saman og í svo miklu samtali. Og þetta var ótrúlega frjótt og skemmtilegt samstarf. Og ég held að það tekur maður með sér bara inn í lífið áfram. Og alveg svona einstakt. Hann missir að ferlinu, sko. Já, en ég held að það komist alltaf til skila. Það skilar sér bara sem eitthvað hjarta í sýningunni. Ég er búin að fatta þetta. Þess vegna fæ ég aðstæður til þess að koma hérna og segja bara eitthvað og dælist upp úr ykkur allt sem þið verið að pæla. Og ekki inni. Þetta eiginlega verður automatist skemmtilegt spjall. Já, og við áttum stuttan tíma saman því að við hefum 2 mánaða ferli saman og ég kem inn með bara að ég verð bara að gera þetta frá grunni með svo sketsa sem voru til staðar sem ég gæti svo blandað inn í þetta. Þannig að við höfum enga tíma til að líta tilbaka. Og þetta var bara svona áfram, ræða þessu saman. Forsendurnar voru 70 mínútur, það er stutt og hvernig kemur maður þá 100 öðrum sögum inn í það. Þannig að við svona Já, ég fekk einmitt einn draum einu sem það var unnstæðan að hlaupa marathon og náði í mark, þú veist, þannig að við erum bara þar og svo er maður úrslega glaður bara, yes, þetta virkaði, þú veist, fyrir allavega fullt af fólki. Við hefum getað klest á vegginn. Við hefum getað klest á vegginn, sko, þannig að maður er svo glaður og þakkláttur yfir bæði viðbröðum og bara því að vera sáttu við afurðina sjálfur, af því að þetta er bara rosalega mikið happaglapp og líka einmitt tíminn sem að maður fær og svo er bara allskis forsendur í leikhúsinu, Ormstúka sló svo í gegn, þannig að við fengum minni tíma í tækni og á sviðinu heldur en kannski lagt var upp með og mér finnst það svo gaman að vinna með forsendur, að vera með einhver ramma, þú veist, eins og í þessu, að við erum með takmarkaðan ljósabúnað með við stóra sviði, við erum með stuttan sviðstíma, við erum með létta sviðsmynd sem við þurfum að geta skipt og það er bara ótrúlega gaman að hafa upplifað svona ferli sem að það ekkert erfitt kom upp á og allir voru bara að byggja ofan á hugmyndu hvers annars og þú veist, þá veit maður ekkert hver átti hvaða hugmynd og hver gerði eitthvað og þú veist, það var eitt ótrúlega fyndið moment það sem að mér vantaði svo að loka sýningunni með lagið að okkur langaði að gera það því það er tónlist og fólk langaði meiri tónlist og Unnsteinn var að fara í það er ástæða fyrir að það er ekki komið út laga því að Unnsteinn var að fara í stúdíó til að gera lag og ég bara, Unnsteinn, mér vantar svo lokalag og hann bara, ég skal semja það fyrir þig í dag og ég bara hafði ekki mikla trú að það var svona 3 klukkutímar sem hann hafði svo kom hann bara og söng lagið með texta bara 3 klukkutímum síðar og þú veist, og þetta er ótrúlega mikið fegur að fá upplifa svona samsköpun, sko. Og hindranir geta er það að nota hindranir? Já, finna lausnir og þú veist, og og þá erum við búin að hlaða orku allt ferlið og ná svo kjarna eitthvað í lokin, sko. Já, hann við erum glöð. Michael Caine segir þetta í einu viðtali. Fyrsta skiptið sem hann fór inn á svið, var eitthvað þar út í sveit í Englandi, og opnaði hurðina og það var stóll fyrir. Og hann komst ekki inn og þá kom sviðstjórinn og sagði, hvað, akkur fer ekki inn? Það er stóll fyrir, þá sagði sviðstjórinn, þú voru að nýta hindranir. Ef þetta er gamanleikur, þá dettur stólinn, ef þetta er harmleikur, þá tekur hún og mölvar hann á sviðinu. Og hann hefur síðan sagt, þetta er búið að vera mín aðal kennsla í lífinu. Þetta er eina sem ég hef kennt börnunum mínu. Af því í þessu er svo mikið traust og æðruleysi, að í staðan fyrir að panikera við einhverju hindrun, að trúa því að það sé hluta ferðalaginu. Það er gott veganestinn í öll svona listræn ferli. Það er alltaf hindranir sem maður þarf að hoppa yfir, sko. Herru, kærar þakkir. Kærar þakkir. Takk fyrir. Davíð Þór. Þóra. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is